Já, sæll og blessaður. Heill og sællunur. Það alltaf erfiðast að byrja svona podcast á. Já, ég veit maður veit ekki hvað maður að gera. Það svo hallarslegt. Við erum búin að vera að tala saman heil lengi og síðan allir kemur svona nýtt inn í umræðina og þá er það bara blessaður. Já, ef að kynna okkur eða þú veist, bara, hvað er skrifið? Ég hef ekki hugmynd, þetta er annar podcast-átturinn en það hefur ekki bara byrjað að spjalla. Jú, ég held það. Hvað var spjallum? Óminninganótt maður. Óminninganótt? Já, og það, sko, við erum að horfa á það, sko, að í gær þá voru 3 stungumál í miðbæ Reykjavíkur. Já. Allir undir 18 ára. Já. Þannig að bara barnaverndarstofa er bara á fullum yfirsnúning, skilur, bara að hafa fyrir því að finna út þessum málum. Já. Og þannig að, mér langar svolítið að hugsa út í þetta út í að, sko, núna komum við úr þessum bakgrunn, back in the day, sem var, sko, erfiðasta kynslóð Íslands ever. Og þú veist hvað ég er að tala Já, það var ekki komið lífið ADHD þá. En lífið þá að virka? Ef að krakkarnir eru bara út allt, bara stingur hann? Greinilega ekki, sko. Ég er alveg búin að segja allar tíman að þessi líf eru vant með farin, sko. Ég er búin að tala gegn þeim rosa mikið gennum tíðina og þessi læknar eru búin að gera með þessu lífum er að búa til læknadóps umhverfi. 150%? Alveg 150%. Nei, ég segir bara legal drug addicts. Já, það sem er að gerast núna með þessa krakka, því að þetta er rosalegt, sko, í okkar tíð, þegar ég var nýri bæ sem úlingur og eitthvað var stunginn, þá var hann útskúaður, svo sem stakk, það var bara, stakkst eitthvað, þú ert fáið, og allir bara burtu mig, þú fækst ekki að vera með í partíinu lengur, og það var bara vennin í gamla daga, en það var mjög sjaldan eitthvað, það var stunginn í gamla daga, en síðan kemur þetta dæmi að, ég var að taka eftir í að þeir eru að gefa amfetamíntöflur, og svefntöflur niður í 8 ára gömul börn. Aha, í alvörinni? Í alvörinni og ég fekk allavega þær upplýsingar um þetta þegar ég var að skoða á sín tíma að 8 ára börn væri að fá svefntöflur og síðan væri þetta svona amfetamin skildlyf kannski frekar, gæti verið að ég sé að tala raskatunum með reynd amfetamin en ég held að séu samt að örugglega einhver einkenni ADHD þeir eru mjög glaðir á að gefa þessu líf niður í 8 ára aldur veit ég allavega, það er allavega og örugglega yngra sko en ég veit fyrir víst að það er 8 ára. Bró sko, þegar ég var 8 ára borðaði ég sand, skilur, ég var ekki að hugsa hvernig ég geti sofið eða ekki, skilur. Nei, þess er þetta alveg ruglað sko og núna ertu bara að lifja þér upp á dópi og síðan bara, herru, hvaða kyn ertu? Það er þetta 8 ára þetta sko. Já, dude, spáðu þessu, þegar ég var 8 ára, skilur, ég bara mætt skólan og ég var í kaðskum engskóla, skilur, sem var hellaður, en að ég bara hugsa að þessi pressa sem er sett á hverja krakka í dag að identifæja sjálf sig ég bara Bjarni Jónsson að gera eitthvað ég labbaði eins og Robocop það segði bara ég vil að Robocop dude, maður setja atriðin í Robocop þegar hann að gæin lendir í hann að toxic waste-inu þetta situr í mér sko vestur æfina og þetta er kannski góð myndlíking fyrir börnin í dag sem er verið að þvinga livjum á og þau eru í toxic fucking Avenger atrið þau eru bara eins og, gauðri sem er að bráðna það er bara sálegur að bráðna í dag What are my pronouns? En svo við fyrir aftur í túan stungunar við höfum eftir að fara í víðan völd með okkar ADHD sem er bara skemmtilegt frámið tilbaka mann það er bara vonandi fylgi fólk ég held ekki sko við vonum En sko, málið er að þegar að, eins og ég byrjaði að talgagni og ég talaði þá var ekki þessi stemning byrjuðin á Íslandi þá vissi ég töflunar og ég fór og byrjaði að reyna að tala með S.A.A. Þetta að þeir ætti að berjast fyrir þessu og það var eiginlega ekki hlusta á mig en basically það sem ég var að segja var ok, þeir eru að taka þennan litla hóp sem er flokkaðist í okkar dag vandra gemsa hópurinn sem er líklegustu til að fara að brjótast inn líklegustu til að fara í neyslu og í dag er verið að taka þann hóp og gefa þeim töflur frá 8 ára aldri til að þau hægi sér í skólunum þannig að læknirinn er sem sagt búin að segja við þau bara alveg frá basaldri að búið að venja þau að geta töflur að það sé bara lægi og í denni gamla dag í partíunum mínum þá var, ef þú varst í læknadópi þá varstu útskúaður líka að það vissi allir bara rugglegasta liðið og ótrúlegasta liðið og liðið sem stelur heima þér, það er í læknadópi en í dag þá út af þessu og núna er þessi kynslóð komin upp og þegar fyrir 15 árum, 10 árum síðan eitthvað svoleiðis þegar ég var að berjast gegn þessu
þá sagði ég bara, þetta framtíðin. Það verða allir í læknadópi, það verða allir útruglar, því að það verður til læknadópi. Og þú hafði fokkin rétt fyrir þér, sko. Algjörlega, þetta bara nákvæmlega umhverfið sem ég sá koma og mér var svo skrítið að sprenglærði læknar. Bara, þeir sá ekki bara, já, ég að venja þetta fólk á pillu, sem ég að fara að breyta neyslu umhverfinu, það allir að fara að hætta í kókaini og, já, veist kannski ekki hætta, en mainstream fíkniefnið verður læknadóp fíkniefni. Nákvæmlega. Þú ert búin að gefa þeim sem eru líklegasti til að fara í hardcore neyslu, þú ert búin að gefa þeim læknadóp frá því að var börn, og það Já, þú ert búin að venja við pilluna, skilur. Já, og þegar það gerist, einmitt liðið sem fer og að stinga og svona, það á læknadópi. Nákvæmlega. Þú veist, það að því að það hugsar ekki. Þeir sem eru á læknadópi, þeir eru mest að brjótast inn, þeir stela heima og veist... Ég meina, líta á þetta dóti sem mókadónar dæmi, skilur, sem bara lýsir, ítir undir þýfishegðun. Var það gáði? Það bara, fólk veit ekki svona af því að séu þú veist að stela. Nei, það gerir það bara. Þeir bara líður og segja, eigi þetta bara. Já, tekur það bara. Hei, bara. Já, þess vegna vildi ekki minni tíð fólk að læknadópi heima á mér. Það var bara, nei takk. Nei, nákvæmlega, þau kom bara heim til bara að stela sétti, skilur. Ég réð ekki við það. Já, nákvæmlega, og þú veist, og við getum ekki heita á þau fyrir það, skilur, ég er lífjunum að kenna. Já, en síðan... Það samt? Að stórum hluta. En þetta er líka sjálfstæð ákvörðun, sko. Reyndar, sko, maður verður alltaf að vera ábyrgur fyrir sjálf sér. Nákvæmlega, það er bara málið. En þetta sem ítur undir það að, þú veist, ef þú erir á kókaini, já, tóbak. Já, maður. Alveg, fá það bara eins og þú vilkar. Þannig að, ef þú ert á þessu liðum, þú veist, ef þú ert á kókaini niður í bæ og ert 18 ára eða 17, já. Þá verður nójaður sem bara kemur ykkur og bara, fuck man, dreif mig í burtu. Ef þú ert að spýtti, þá ertu bara að reyna að tala úr því eða eitthvað. Ef þú ert á grasi, þá nennur þú ekkert niður í bæ. Nei, þú ert bara heimlegar, skilur, bara slaka á. Það er flugvöldasýninguna og fer sér heim, en þú ert eiginlega svona ekki í krátinu. Ég held að það hafa ekkert rifa á flugvöldasýningunum sinni og svona, ef þú ert eitthvað svona hardcore pottet, sko. Já, nei, þá varstu bara heimlegar, skilur. Og bara heimlegar horfa að explóti kittin, skilur. En ef þú ert á læknadópi, þá basically veist ekkert hvað þú ert að gera. Það ertu bara heilalaus og sé kemur ykkur og ég bara að stinga hann. Þú hugsar ekki út í einu sinni. Það er mjög máli, skilur. Ég var svona að reyna að kontextualæsa, skilur, þessa pælingu þannig að þegar ég las þetta í dag og ég bara svona, ok, er eitthvað einn gaur sem stingur ykkur þrástráka. Já. Ok, og ég er svona að reyna að sjá fyrir mig, skilur, hvaða aðstæður urðu til þess að þessi gæi ákvað bara að stinga þrjá gæja. Og ég bara, vá, hellað. Svo bara fletti þess niður MBL og bara, önnur stungárós líka. Það voru 3 stungárós fyrir utan þessi einu sem eina ástæða að vera að fjalla þetta er þessi gaur dónast, ég skilji. Já, mér langar að vita líka, sko, að hafa stelpastungi líka. Og að stelpastunginu, og hún fór í hjartastopp og þurfti að líka hana við. Nei, ég held hún að verið eitthvað í kringu 16 ára eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta eru börn okkar kynslóðar. Já, ég er að segja það. Er vandamáli, skilur við. Back in the 80s, skilur við, þegar við erum eitthvað coming up. Við verðum síðan 90s babies. Og það var allt í hellinu. Við skulum alveg horfast auðvitað það var allt í hellinu, skilur við, þegar við vorum lítil. Svo kemur eitthvað smá svona leiðjóðu period, þar sem fólki líður að spyrir eitthvað svona. Svo eru bara börn okkar kynslóðar núna að repeata sama situation og við vorum að búa til einsni. Það kjafta það. Sko, af því að við vorum að koma á eins og þú segir, að kom svona, ok, við erum öll að vera slögum á og allir að vera almennilegir og einhvern veginn byrja alltaf að ganga svona, komu samfélagsmiðlar og komu myndavilar, þannig allir svona urðum svona, hei, að fylgjast með mér. Og þá kemur núna læknadóps menningin upp, sem er bara þessi krakkar sem búið að vera að gefa núna læknadóp bara í næstu 10 ár, bara, og nú eru þeir að fara í neyslu og það er bara læknadóps neyslan. Þannig að þessinu erum við að sjá svona rosalega mikið á dauðsföllum að þessi krakkar eru búin að vera á Rítalín og þeir eru bara, ok, nú ætlum ég að fara að misnota lyfi sem ég er búin að vera að fá og síðan er það ekki nóg og hvað sækja í? Kókaín er neitt? Nei, sækja bara í lyfi sem var að misnota bara aðra tegund að læknadópa því að það er lyfi þeirra sterkari típu og þá óudósaði. Þannig að þetta er margt læknanum að kenna að þetta umhverfis í til þessi lyfjavæðing sem er búin í gangi núna síðan áratugir bara ógeð skilur við og við erum að horfa á það skilur við að bara ok, þegar ég var lítill og ég var erfiður krakki ég var vesen en málið það var bara svona þá var þetta dæmi sem bara strákar verið strákar núna er bara strákar þurr töflur strax bara fáðu elvals okay. fáðu elvals
bara, verður betri þú verður maður betri maður sjálfur ef maður skilur hvað að það ætti að gefa tól í í hendunar á fólki til þess að díla við sín vandamál í stað fyrir að fucking medicata þau Þetta meira sko myndi ég halda að því að kennarar íta rosalega undir þetta í dag alveg pressa rosalega alveg rosalega okay. Þetta byrja rosalega kennslustofa Þú myndi látt barn náttúrulega í skóla ég er bara innleipur og líka bara ég er mikið á þessu en ég er búin að tala mikið á foreldrum þetta og ég skrifaði víst post þetta á sínum tíma sem fór út allt og gerði vídeo sem fór út allt og fór í viðtal og svona Ég actually man eftir Já, þannig að það var alveg ég var að díla við alls konar foreldra og tala mikið þetta en sko mikið foreldra sögðu þá að þetta byrjar í kennslustofunni og þetta til að krakkiðin sé ekki að ónaða hinn börnin þá róaði barnið niður með því að gefa þeim pillur og bara slaka á, þá hann ekki með læti þannig að þetta eiginlega bara svona hegðunarlíf svolítið Það svona ógeðslegt þegar maður hugsa út í það og það er bara ok, sétu svo þú smá erfiður að vera svona aður skilur verður hvað, þú svona háær skilur verður góð, krakkir sem get ekki setja kjör ég maður ADHD, ég get ekki setja kjör en að medicata krakka í eitthvað drasl til þess að ég raun og veru búa til undirstöður fyrir vímunum okkar í framtíðinni fucking hellað munstur Það svolítið ruglað það ekki? Þetta bara staðreyndin og bara málið og þú veist þetta á enga rétt sér og þetta svona svolítið eins og okkar kynslóði, hvað lyklabörnin eða ekki og bara fyrsta kynslóði sem var að koma heim ein eftir skóla og svona dæmi og bara family values, bara runn og svona erum við núna bara búa til progressive state skilur við þar sem að lyklabörnin orðin lyklabörnin skilur við Þið sjáu það kannski ekki Lyklabörnin skilur hvað Það getur verið Ég alveg viss að þú veist með betra aðaldi á fólki og með meiri skilning fyrir aðstæðum og svona dæmi og það verður að leita í skyndilausnir og öllu alltaf Já, ég alveg sammálaður annað sko, þurfum að skoða að nú eru íþróttamenn búin að stíga fram og þakka fyrir að þeir voru ekki settur á lyf af því að þeir hafa aldrei skara fram úr ef þeir ekki haft þessa ótrúlegu orku inn í sér frá barnæsku til úlingsaldur Nákvæmlega Það var bara stíft prógram á það í íþróttum og þar fekk orkan að skína og nú eru íþróttum Og ægin kom í gegn líka skilur við glemum því skilur að ægi sem þú lærir í gegnum the power of sports En það nefnilega, þá komum við svolítið inn á það að ægi í dag sko auðvitað foreldraverkefni en við sem foreldrar við erum, ég kem af 12 kynslóðinni og það bara svo mikið að gerast og það svo mikið Netflix og Amazon Prime, Disney og segja allir þessi tölvuleikir og allt sem eru boðið upp á og mín kynslóð alveg í þessu og niður þannig að við erum ekki það mikið með börnunum eins mikið við höfum að gera og ægin á að vera hjá foreldrum en í staðin bara búið að taka það og við erum búin að setja svolítið pressu á skólana að aga börnin okkar í staðin fyrir að aga þau sjálf Þetta ógeðslega góðu punktur og þú sjáðu, þú veist að horfa á sko fear of missing out principalið, skilju, að FOMO eins og að kalla ok, við erum fyrsta kynslóðin sem lifir sko barrierið frá því að eiga engan GSM yfir í eiga GSM og að döptum sér við það að halda fram á veginn skilur og öll þessi þróun sem þessi helviti smart sem við haft á okkur núna búin að valda mér bara því það er bara rautt, það er eitthvað rautt þetta er svo ógeðslega mikil árás á your senses við erum geðveikur hálflaus api sem hannaði til þess að safna hnetum og við erum bara konstantli að safna hnetum skilur, gerum eitthvað social media Við erum bara alltaf að farma eins og bara hvort þið likes eða hvað sem það sko ég auðvitað gríðarlega athyglisjúkur á Facebookinu mínu sko ég er like hunter sko ég bara, ég ætla ekki að neita því skilur Like hunter, þetta er gott nafn ég veist þetta, like hunter Nei, það bara, þú veist sjá Þetta stimulation af bulli gefur okkur einhverja weird dopamine / endorphin stimulation og svo þegar þú veist að við erum komin allir með þetta tól í hendunar skilur við sem bara rautt þetta bara þess að þetta
og þetta skiptir ykkur máli Nei. og við erum að búa til sem ekki gerfi raunverulega Já. skilur við, sem ekki okkur í hag. Nei, það sko, ég líti á þetta reynda þannig að ég hef bara, veist, það allir á Instagram og það allir á þessum og hinum miðlum, sko. Já. Ég ennþá bara á Facebook. Af því að Er það? Já, það nóg mikil tíma. Bró, ég allstaðar, sko. Já, það allir allstaðar, en ég bara með tíman sem ég eða á Facebook, þá bara, get ég ekki fleiri. En ég set samt mikið inn á Facebook fyrir mig, af því í framtíðinni, þá skrolla ég niður og ég var kannski orðinn gamall og þá bara, minningar og ég hugsa um þessi dagbók og síðan líka set ég inn statusana því að nú á ég 10 ára stelpu og segjum eftir 10 ár, ef ég skildi falla frá þá er ég búin að skrifa fullt hana, þá getur hún lesið það sem ég hef skrifað bara, Óla, pappi sætur. Þetta hlið sem ég hef aldrei hugsað út í. Nei, ég set mikið skrifa, Ronja, ég kalli það Ronja samtalið. Nei, bró, ég elska að lesa póstana, Ronja er snillingur. Hún alltaf snillingur, ég mjög stoltur aðeins. Hún ógeðislega fyndiband, sko. Hún algjör meistari. En ég skrifa, sko, ekki upp á athygli, heldur því byrja að skrifa á þá, veist, að ég búin að lifa svo óhóllustu lífi að maður hugsaði alltaf bara að maður geti Velkomin í hópinn. og það svona byrjaði á þessu síðan byrjaði fólk að hafa mest gaman af þeim statusum og það bara mjög skemmtilegt og ég sýni henni þessa statusa sem þetta því að fyrir hún byrjaði á tímbili ekki að vera að setja þetta því hún held ég að vera að gera grína sér eða fólk var að hlæja sér og þá byrjaði, herri, sjáðu, það alls ekki þannig og þá sér hún bara kommenti bara að dóttiðin frábæra, hún aðeinslega og þetta lesum við saman og hún alveg brósir allar hringin, sko, en við erum öll með hekum og ég alveg frá. En sjá, þarna kemur inn á the power of social media sem svolítið mikilvægt og sjá, þú ert að láta barnin líða betur með sjálfsög og búa til vottun fyrir sjálfsörgi. Já, það er það sem ég er að gera með þessu. Þetta er það sem community ætti að vera nota í. Algjörlega. Í staðan fyrir endalust influencer culture bullshit, skilur, veit hvað besti ísmaður. Það er hræðilegt, sko, en ég var alltaf á móti Kardashian þáttalunum líka, sko, og það er svoleiðis, fólk sækir í þetta, en þetta er mest það sem gerir fólk heimst, það er það sem fólk sækir mest í. Þú horfðu á Love Island eða Love Boat eða whatever the fuck allt þetta love shit heitir. Já, ég var að hraun yfir þetta hjá fjölskyldunum minni, þá hann gæti leitt daginn, þá fattaði ég eitt. Já, þið verður bara vitlaus að horfa á þetta og síðan áttaði með því, ég reyki gras þannig að ég geti ekki hraunum yfir þig, ég reyki gras og það gerir mig heimskan þannig að þetta er bara grasi þeirra þau reyki ekki gras, þau horfa á okkar ógæslega þetta er bara svo miklu meira pathetic gras allt, skilur ég er ekkert að djóka Joey og Emma þú veist, bara sem hann eitthvað á Love Island og það taka bara einhver tweet og einstaklinga og skellaði með okkur að kynlífseyju svo bara eru þið bara eitthvað við náttúrulega fáum aldrei að sjá þegar við erum að banga, sko. Við fáum bara að sjá þetta svokallaða wholesome interaction sem á eiga sér stað með þessi fólks trust me daddy, sko, það er verið að banga hægri vinstri þetta, skilur já, alveg 100% hvað er sá raunveruleika Þórir? Ég var all in að horfa á hann, skilja, ég var bara literally, þetta var bara eins og svona softcore porn, basically. Þú eru kannski bara framleiða það, maður, við Íslendingarnir, við erum alltaf frumkvöðular í mörgu, við viljum líta á það, þannig að það er kannski eitthvað að segja að taka fyrir. Kannski það bara næst skrið, það er bara búið softcore porn fyrir Íslendinga. Ég held að þetta er mjög vinsælt. Ég er að segja það, alltaf bara smátt og tekur bara footage að þau skríða undir ábreiðinu og svo bara tekur svona wild humping verðum þetta yfir sér, skilur það var nú eitthvað í Bachelor, ég mæna það á sín tíma, þá var kærasta mín að láta mig að horfa á þetta og ég er ekki að ljúga, ég var ekki að horfa á þetta sjálfur, hún lét mig að horfa á þetta ég trúi, ég hef átt kærastur og það láta mig að horfa á þetta, ég er ekki að horfa á þetta sjálfviljugur, sko ég verð nú að nefna samt það og ég ætla að gera það eftir á, en ég var næstu búin að taka það sjálfur þátt í Bachelor hérna, þessi bröðunum það hefur verið trilltu Bachelor með þetta grínast það hefur verið geggjað Bachelor, en sko nýjastu þætti sem ég horfði á, sko þá voru þeir fyrir utan gluggan sorry, ég verði að skjóta hefur þið kallað Bjartur að leika við skulum fara til það setna tengingin hana það er setni tíma til að spjalla já, nákvæmlega við höldum bara já, en sko, já, allavega með þáttinn
þá fóruð með hljóðnum að glugganum og þá var fólkið að gera það. Ég man það er einu sem ég man sem bachelor og ég var ekkert, wow maður, þetta er bara... Býttu, voru að taka bara soundclips af liðar í Já, það var par inni að stynja bara Nei. Jú, meðan það voru ríða sko þeir voru fyrir utan gluggan að taka soundclip af því Hvaða footage notið þér í það? Voru bara með bara eitthvað svona Það voru bara fyrir utan húsið og gluggi var opinn þannig að voru með mækin bara að glugganum að taka upp En þú veist, var vídeo af görnum standandi fyrir utan glugganum með mækin? Já, minnur að það verið svoleiðis og síðan daginn eftir sko þá dömpa hann konu, þá fekk hún ekki rós sko og það var alveg heavy issue það er líka smá dark sko ég er að segja það, þetta er bara ángriðs þú bara begaði pír og svo bara þú bara ekki rós Ef ég man rétt, það var þetta sonur gaurinn sem gerir hann að Michelin-dekkin eða eitthvað svolítið Michelin-menn eða eitthvað, það var eitthvað svona Já, eitthvað svona alvöru player eitthvað ógeðslega ríkur aldrei ógeðslega, þannig að hann var einhvern veginn It's good to own land sko. Já, hann var að sofa hjá stelpunum minn síðan var hann að dömpa þeim eftir að hún var ekki svo eina ef ég man rétt sko Spáðu þess að ok, það reyndar horfðu á það angul ok, þú dettur í ykkur dating show og þú bara bega allar pínar og svo bara gerður svo begar hún er droppin út hún er prostút skilur við hann er bara, núna fer ég í næstu og svo endar við með mesta harliðis píni í enda dagsins og er bara að reyna að leggja inn stig skilur við til að klára það atri og hún og pappi hennar kannski er að höfinja fjárfæstinga baka Stelpur sem hefur engar á aðeir af því að þú ert búin að sofa hjá öllum öðru stelpur Já, nákvæmlega, það voru 12 Hún vil bara vinna That's it Góð undirstað fyrir samband maður Algjörlega Enda myndum maður aldrei lítið á það sko Ég var ánægður sko þegar ég sá Bachelor-dæmi Ég hef nú veist talað um þetta fyrst við töluðum það áðan sko Hann var bróður minn sko, hann kemur og sækir mig í daginn og segir við erum að fara að gera vinnusamning þannig að þá þurfum við að dressa okkur almennilega nákvæmlega og síðan segir hann við mig ég er að fara að skutla þér hérna á Hotel Esju ég er nú okkur ég er búin að skráða þig í Bachelor og þú ert að vera í viðtal núna þetta er fyrsta viðtali ég er bara eftir að grínast með þér og hann keyrir bara alveg fyrir utan og enda með ég er bara ok, fæn Hvað sagðir þér í viðtalinu? Herru sko ég fer hana og þetta er bara, ég labbaði minn og ég var að fá bara upplýsingur að ég er að fara að taka þátt í Bachelor þannig að ég er þarna fyrir utan og síðan sé ég svona 2 stelpur sem eru greinilega að taka móti skráningunni og alveg gullfjallegar og ég er nú ungur og ég var ég fyrir að tala við þær með þær þannig að ég bara býti hérna ykkur og síðan fer ég hérna inn og meðan ég bara herru, já það koma hérna ég æfur örna eitthvað og lalala og síðan byrjaði að hlæja því sko að ég var að segja, já, bróður minn hefði skráð mig og alveg, já, þessuna, við vorum með þetta spáðis, við vorum að tala við á bróðin í gær og hann myndi ekki kennutöluna strax og þótti þetta eitthvað skrítið og, já, bróður minn, hann er búin að plata með hana og ég er komin hana á Hotel Esju og er byrjað að skrifa undir þetta blað og meðan ég er að skrifa undir blaðið kemur alltaf bara svífandi myndal bara out of nowhere, bara hérna í andlitið á mig og ég, nein, sko leita þetta og á þessum tíma var ég svolítið svona að byrja þetta fyrsta skrifa sem ég var að reyna að snúa í blaðinu mínu og reyna að vera eðlulegur í þessu lífi því að við tölum það seinna enn í podcastinu hvernig lífi ég lifið í gamla dag Eðlulegur maður, já það byrja að fara í Bachelor það er svo eðlulegt Góður endripunkturinn í eðluleitur maður það er bara að byrja á eftir maður að byrja Nákvæmlega en sko ég horfði á þetta og það er alltaf bara hættar alltaf leið, viljum bara náð mynd af þér hérna meðan þú ert að skrifa undir blaðið og ég bara, ok, frábært og held áfram að skrifa undir blaðið og síðan, já, nú er ég búin blaðið já, herru, getur þú skilað því inn í herbyggju 402 hérna uppi ég er eitthvað svona, ok, já, ekkert mál og labba þar upp með blaðið og gaurinn með myndalina, hann eldi mig nema þegar ég opna hurðina og labba inn í herbyggju 402 þá var bara, velkomin í Bachelor, fá þér sæti hérna og það var bara stúdíó tilbúður ljós, tæknimenn hljóðmaður það var bara svona surprise maður var svona plataður inn í þetta shit ég fer ekkert inn og sest niður minni maður hefði brotnað sko Heru, hann byrja bara viðtalið þannig sko og það var bara viðtalið sem hann sýndi í þáttinu með mig nema hann bara, já, Ævar Örn hvað er það sem þú ert að leita að þegar það kemur að ástinni og var svo eitthvað skrítinn eitthvað hefur þú upplifað fallegu ástina í hjarta þínu og er það eitthvað sem þú vilt fylla upp aftur og það var svo skrítið eitthvað ég byrjaði bara að svara bara astnalegu spurningum
bara, ég kunni ekki við þetta, en ég bara, já, herri, Hvað er þú að leita að í ástinni? Já, það var eitthvað korni maður og ég var alls ekki þannig, sko, þannig að ég... Nei, bróðir bara vill bara banga, skilur bara... Hvað vilt þú í konu þinni? Og ég eitthvað, já, ég gerir nú ekki mikið kröfur á konur, bara að hún sé ekki að sprauta sig. Byrjaði bara að svara einhverju svona bylli og ég var bara að teknimennir þeirra voru byrjaði að grenja úr hlátri og þessi maður var að reyna að halda andliti og það er ekkert sáttu við mig, sko. Og var hann í full on suit, skilur við svona... Hann var í jakkaðum og alveg, þetta var bara svo sýnt í sjónarfinu. Hvernig varst þú klæddur? Ég bara, öruglega eitthvað svona svipaði núna, sko. Nice one, man. Og síðan byrjaði Hreint herpesand. Já, síðan byrjaði ég bara, sko, bara okkur ætti að velja þið, ég svara eitthvað, okkur ætti að velja þið fyrir hennar þátt og ég aðra á, sko, sérðu mig, ég er langfællaðistur, flottastur, mestur og bestur fyrir hennar þáttin, eða sagði eitthvað svona vitleysu, sko, en síðan kom nú að því að ég á mína fortíð og var gangster í gamla daga og þá kemur DFF og byrja bara að hringja alla fjölskyldunum minni, einhvern veginn frétta þeirra að ég er þarna og ekki hugmynd hvernig og byrta bara á fossiðinni, bara grein bara dæmdur dópsæli í Bachelor og veistu þá ég hef verið dæmdur fyrir að vera með 10 grömm að hassi eitthvað 10 árum áður eða eitthvað, 6 árum áður, sko. Því líka krimmin, maður. Alveg því líka krimmin, sko. Og þeir alveg, en á þessu tíma, því ég er svo gamall, ef þú fannst 10 grömm að hassi í gamla dag, það var bara, oh my god. Já, ég veit það, bara Solberg bara uppfyrir, skilur. Já, þú veist, bara laðir einhaldi í löguna, en núna í dag er 10 grömm, það er ekki neitt, sko. Spáði í gamla dag þegar það var ennþá skipti í svona ariakóti í bænum, skilur, og löggan virkaði þannig, og það er bara Kópavogurinn var bara mesta red zone ever. Tala það eftir smá, en ég verði samt aðeins að segja eitt punkt með þetta sem ég upplýði. Sko, ég fæ símtöl frá mörgum vinkonum mínum, bara, er alla stelpunir hérna í partíinu, finnst þú svo sætur og eitthvað svona, og það var eftir að Bachelor og þetta var eitthvað nýtt og síðan þetta krimma Bachelor. Hvernig væri það að krimma Bachelor, maður? Það væri brjála. En ég byrja að fara á skemmtistæði og bókstælega þá byrja konur að bara bráðast á mig og bara gripa hausin á mér bara að kissa mig og ég bara what the hell, var í Bachelor já, bara ókunnilega stelpur sem ég aldrei sé það var annarkvort það eða stelpur sem kom upp með mig bara hver í fjandanum heldur þú sért ert þú bestur fyrir þáttinn ég var fyrir sjálfsælið og byrja bara að öskra á mig á skemmtistu ég var bara eftir þetta ég verði hugin að ég var bara svolítið ringlaði með hvern minni að bara er það klikkaðar eða þú veist, væntilega fekk ég allar ruggluðu konur á mig í kjölfarið þetta stóði í svona 2 mánuði eftir ég vill meina sko að gellur sem ég séu að akta á því að fara árið einhvern mann fyrir að hafa verið í einhverju interview fyrir Bachelor séu frekar geggar sko. En þær eru helviti margar þetta var helviti mikið en þá byrja ég líka að skilja að hverju menni svo Quentin Tarantino og þeir eru að koma á djammi á Íslandi það er bara ef það var ráðast og reynda að kissa mig fyrir að vera í Bachelor þá getur ímyndað hans að þeirlendi getur talað um Quentin Tarantino ég er náttúrulega að sá hann á Íslandi í 2 skýrt sem var og ég er náttúrulega var að sjá hann þegar hann fór og hann girti niður sig á kaffbannum og hann dinglaði tippinu sig fram í allt krátið gera það? Já maður og veist að Quentin Tarantino með brjála footfetish og hann með svona fótablæti og ég meina Uma Thurman náttúrulega sem hann var með hann sem hann að gelna hann í Pulp Fiction skilur við eitthvað hún með bara einn stærstu fætur bara sem kona hefur náttúrulega verið með og hann er bara að fljúa 2 íslensku píum út til að regla til LA til að sleika tennar og ég bara að gefa hann pening og svona skilur við út í að Quentin Tarantino og hann er með ógeðslega stórn haus ég var aldrei séð mann með svona stórn haus og svo er það best af öllu að ég á sko vin sem heitir Erik sem bjóð hann í Ísli og hann sko Quentin Tarantino vann í vídeoleigunni í hverjunans í gamla og besti ráðleikari víst bara bíum til að horfa á ever skilja og bara hei, við erum að sjá einhverja mynd frá Hong Kong árið 1960 og bara I got you og svo var hann vist bara svona creepy videostöður gæ skilju sem var alltaf bara að reyna að gæla með stóra lappir og eitthvað svona og svo bara núna heimsfræður leikstjóri
Já, við sér það nú bara með Footfetish hann skrifaði þetta atrið sjálfur hvað þetta myndi Dust to Dawn var það Já, maður með Salma Hayek þegar hann drekkur hann literally skrifa atrið fyrir sjálfa sig til að sleika tequila af tánum á gellu sem var Salma Hayek? Já, þetta grínast Ég myndi gera það sjálfur Bró, allan daginn, þetta grínast hvað Salma Hayek var hot í þessu atrið Hún alltaf hot, hún ennþá hot í dag maður Ég veit maður, ég bara heitast amma í heimi sko Hún eldist vel maður Nei, hún og hana, hvað er hinn hana Penelope Lopez, ekki? Já, hot ass fucking Það fallegustu konur sem alla báðu Já, maður, ég segir það, bara eiga leikinn, sko Já, sem erum með þess að hreim hana, Penelope Penelope Cruz, maður Þegar hún talar, maður bara að vera lítill maður breytist í kór Já, ég er ekkert að grínast Hvað vilt að ég gera fyrir þig? Mér langar bara að kaupa hús fyrir hana, sko Já, það er svona óðan, skilur Það er bara dáleitur, sko En líka, þú veist, þetta er líka, sko, þannig að eins og Quentin Tarantino þegar ég hittir hérna og ég var eitthvað að tala við hann og svo, I'm just trying to have fun og ég bara, dude ertu ekki að sleika lappir hérna bara niðri og eitthvað og þetta var alveg þeng, sko Já, varstu með tóbekið? Já, þannig að sko en ég meina meðan að hann skemmti sér, það var aðeins lagi, sko Hey bro, ég er bara no hate, sko ég er bara do you, skilur Algjörlega og þú smálið það er ekkert að því að sleika tær, skilur Það er, ef þú kíkir á skjáin hann er kannski hinn skjárin aðeins styrir Hætti dópsölu og fór í batsölu Oh shit Þannig að við erum með þetta eins og það var eitthvað stated goal hjá þér beinist leið bara Aðslenlega við þetta, fyrst við erum með þetta Þannig var amma mín að deyja og akkurat í tíma og já, takk fyrir það hún var svona ljósi í lífinu mínu og hún var eiginlega bara svona hellur hún bjóri rétt hjá okkur og við gátum alltaf farið þar ef heimilið okkar var fucked up og hangið þar og þetta er 6 ára gammalt mál og Bachelor, það var búið að taka upp svona fyrsta þegar ég fer þarna og ég veit ekki hverju fengur veður á því að ég hef komið í upptökunar en einhver staðar fengur að vita það Það hafi verið eitthvað svona wingman, skilur, sem er eitthvað boom-controller sem hefur verið bara, hey, ég get hringt í D.V.A. og fengið 10 skall núna fyrir frettskott. Botjet, sko, algjör róttan sko. En ég fónir á D.V.A. og sagði við það hann á D.V.A. Amma mín er á leiknadeild núna og veist, hún verður farin eftir 2-3 vikur. Hún er ennþá nógu góð til að lesa, hún hefur alltaf gert það allt sér líka og lesa hún alltaf D.V.A. og Morgunblaðið. Og ég bókstaflega grátbað þá að býða með þetta bara 2 vikur af því að þá er eitthvað sem er Bachelor ekki komin í loftið shit, já, skilur og ég bara, af því að hún verður væntanlega að fara það hún er bara á síðasta metrónum bara og það síðasta sem ég vill í þessu lífi er að það síðasta sem hún sér í þessu lífi er Já, og þú er hægt ósölu til að fara í Bachelor af því að ég var bara að fela þetta lífurinn fyrir henni Já, auðvitað og þetta, sko, ég er búin að hanga með mörgum handrökkunum og mörgum dópsölum og fíkniefnaneytendum alls konar liði en þetta var sem ég talaði við hann niður frá gauri sem ég talaði við var án efa einn mesta rotta sem ég talaði við á æfinni það málið? Hann heyrði þetta ekki hún var alveg saman hann bara ég var bara plíting hann var bara já herru sem er meira en þig hvernig er með lífið þitt og var bara hann var bara stórfurðulegur ógeðslegur mannur viðbjóðslegur mannur en ég minna til að vinna á D.V.A. og vera að skrifa greinar sem rústa lífi manns og það þarfst örugglega að vera svona viðbjóður þú þarfst að fara að vanta eitthvað svona mannlegt inn í þig sko. Nei, dude, ég er að leita að því hvar ég geti hugsað að stúpa svona lágt Geti aldrei gert það? Nei, ekki heldur bara smá human connection skilur var bara að sína samferðamönnum í lífinu virðingu skilur Já og bara fuck out hér að vera að gera þetta, skilur Þetta er rosalegt, sko Þetta er mjög flott mynd þessi fylgis grein, sko Ég var mjög myndalegur þegar ég var yngri Þú ert fjallmyndalegur ennþá maður hægt sér gata þig Takk fyrir maður að fara að detta í 50 bræðum þannig að það er árunum fyrir að segja þetta Já, dude, ég fór að hugsa um það daginn ég er 43 árs ári og ég byrjar að grána grimt, sko silfur yfirinn, skilur en veistu hvað, það sem er ótrúlega skrítin hliðverkun, ég held það svona þegar maður myndi verða eldri og ljótari eða svona eins og maður myndi túlka þetta bara, maður virkar bara betur ég er ekkert að gera bara lega silfrið fyrir að koma í hliðina hárna á mér
miklu yngri píru en ég vanur að allt bara, hæ Það eitthvað svona eitthvað datti-element, maður tók þetta í, sko. En ég meina þegar maður var tvítur þá voru alltaf maður var alltaf í partíinu, maður var alltaf að hugsa hvar eru stelpunum upp á tvítugt? Þú veist, þær voru alltaf horfnar og enginn vissi hvað það voru. En núna þegar maður verið gamall þá áttum maður að það eru bara með gömlingunum í partíinu með þeim. Það er bara, hey, what the hell, maður, það er alltaf eftir Sugar Daddies. En nú er alveg fullt einmitt ef það er einhverju feministar að hlusta okkur núna, nú bara varð hárið aðeins blárra fyrir vikið þegar við sögðum þetta, sko. Já, en á saman tíma, sko, ég er alveg beinslega móður, hann er bara all peace to the feminists og ég er alls ekki að mikið kallarbræðu hljómið svo að vera, en ég er það samt, en hey, þú veist, en ég þú veist, oft verið að hugsa út í þetta bara að, þú veist, þú veist, eins og ég byrjaði með stelpur svo að 15 árum yngri og þegar ég er að koma þannig sem bara eitthvað gamall fucking kall skilji í raun og veru, eitthvað í fjölskyldubóð bara eitthvað, hérna Arna, dóttir mín, hún er 19 hæjarna og ég er 34 og ég veit ekki alveg hvernig mér myndi líða með það ef ég væri faðir, sko. Ég er fucking pissed, dóttir mín myndi velja þessa leiði, það er þannig, en ég hef samt verið mikið með yngri stelpur sjálfur. En ef þetta verið góð gaur samt, það verið ekki sátt? Sko, jú, ef hann væri eins og Davíð, þá væri ég sáttur. Davíð er með gullhjarta. Hann er alveg svo besti. Þú þekkir mig, ég er með gullhjarta, skilur verður hvað ég var ég myndi lemja þig. Fair point. Ég tek því. En ég kann lofa því að ég byrja ekki með dóttuðinni, sko. Það var 150%, sko. Það var engar ákveðin því, sko. Það var líka bara afbreyðlega mikið ansmyndu og bara ég var 40 árum eldri, sko. En það var ekki aðstíð að það var svona típa þess þú. Það var bara gera... Já, típa, já. Ok, fair play. Nei, það er bara, þú ert yndislegur og þú ert góður, en þú ert rosalega öður og fyrir venjulega manneskju að haldi þig og halda bara það er mjög erfitt, það er sérstaklega koni þig að það er bara hvirfilbylur í kringu þig, alltaf. Ég veit það. Þannig að vera inn í þínu lífi, venjulegt fólk verður bara að klikka, getur ekki svona mikið svona þyrla upp öllu og læti alltaf. Það hafa aldrei síðan svona, skil. Nei, þetta er bara mikið, þetta er bara svona eins og Tasmanian Devil, það er þú sko að vinna. Ég veit frekar líka mig við Roadrunner, sko. Bíp, bíp. Það er bara, ég fullir fyrir áfram, alltaf. Já, nema hann stoppar og slakar á þeir og lítur í kring sig, ég held að þú gerir það ekki. Ég held að Tasmanian Devil slaki meira á heldur en Roadrunner, sko. Það er það. Já, ég er ekki viss. En Speedy Gonzales held ég að væri besta nafni fyrir mig, sko. Og það er bara ógeðslega ofvirk mexikansk mús sem elskar mexikanska vörur og bara heldur áfram. Það verður einn hérna fastagestur í framtíðinni hjá okkur sem er Speedy Gonzales vinnu minn. Já, það er hann Willi Mexikani og hann er Mexikani, alveg algjör snillingur, einn duglegasti maður sem ég þekki, einn skemmtilegasti líka. Enda Speedy Gonzales? Hann er Speedy Gonzales. Hann fækt það við hjá okkur í vinahóttum í gamla daga. Var það út að Gonza eða? Hann er bara náttúrulega brjálæður, sko. Hann har aldrei verið í Gonzaðin einu svona. Ok, hann er bara svona ör? Já, hann er bara svona ör. Hann þurfti ekki, sko, við vorum allir á okkur, en hann var bara... Já, hann var bara natural. Hann var natural. Hann var bara hafðið sem það fínt, hann gætt keist okkur. Snill. En hann passaði vel inn í hópina því hann var svo æstur, sko. En hann líka afreikaði mikið, sko. Hann gerði góða hluti og við tölum það síðar hérna. Það kemur allt seinna hérna fram, sko. Hei, það er endast materiál, sko. Við sem ekki glemma því, sko. Þetta podcastaði eftir að fara eitthvað, sko. Það verður gaman að gera þetta podcast. Það eru margar sögur, sko. Þvílík sögur. Margar sögur sem verður að sagða þér hérna. Já. Á þess að koma fólki í vandræði samt og það er kannski gott að koma inn á það því að þetta er nú annað þáttur á okkar að það eru, og ef þeir eru að horfa núna, það eru þetta margi vinnir mínir að núti sem eru ennþá bara hinum með línuna. Ég sneri við blaðinu 2009 og hætti þá sem ég vil kalla bara gangster krimahátturinn minn og ég vil bara lifa góðu lífi og dóttir minn er 10 ára og hún er búin að hjálpa mér rosalega að koma og vera eðlilega manneski en ég verð aldrei eðlilegur. Nei, líka bara það bara sér bara hvað hún er að segja við þig. Þið er eitthvað tvö, skilur bara horfa á vídeo og eitthvað svona. Hún er skóla pappa sinn, sko. Alveg rosalega, sko. Ég var fastur inn með tilfinningunum mínar og hún, þegar hún var svona 2 ára, hún byrjaði að tala svo snemma og labba
og þá stóðum bara fyrir fram mig bara pappi, fæðu með mig og ég bara ok, hvað er þetta og síðan bara, þú gerði þetta já, bara ok og ég tók utanum hana og þá byrjaði maður að læra allar þessar tilfinningar sem venlegt fólk sko, í mínum heimi það var ekkert mikið pláss fyrir það Nei, maður, það var bara bannað. bara að vera harður og þurftur að sýna þér hörku strákar þurfa að vera harðir ekki glaðir það var svolítið þannig, við hlóum mikið þegar við vorum svona hópurinn en þegar við vorum svolítið út á við þá vorum við svona með grímuna að hörðunaglanir sko, og síðan létum við líka að finna fyrir okkur, við vorum alltaf að slást og alltaf eitthvað vesen á okkur það eru sögur sko en það var líka gott þegar við förum í þessu sögur sem við erum ekki gert í þessum þætti en þá Stay tuned sko, já, stay tuned, það er framtíðin sko en þá ætlum við að koma líka aðeins inn á okkur við slóumst af því að þetta ekkit sko að við vorum vondi menn við vorum bara disenfranchised kids maður ég er að segja það bara erfitt skilur ég er að segja það bara þegar maður var lítill skilur og það bara maður horfa á fólk sem strögglað og bara vesinn í gangi skilur og bara var eins og það var skilur og oft erfitt kannski að líta innan við á bakvið í kringum þetta skilur að núna þegar maður er fullorðinn og þú skilur erfiðleikana sem fólkdreinu voru gáðum gennum og maður skildi ekki þegar maður var krakki en eins og núna skilur þetta og þú veist og eins og mamma mín alltaf var manic polydepressive mannska skilur bara mjög veik hún gerir sitt besta til að sjá vel mig núna í dag öll reiðin sem ég bar kannski í hennar garð einu sinni, ég skil hvaðan þetta kemur bara hvað strögglið var að búa til erfiða aðstæður fyrir greiði mannskuna og ég held að það sé ógeðslega mikilvægur hluti í þroska fyrir fólk að gera sér grein fyrir því að þú ert að horfa á aðstæður hjá bara mjög kvalni mannesku þú ert að díla við alveg rétt hjá, þetta er svo 100% rétt hjá og þetta gleymist oft inn í það þannig að ég var einmitt að díla við þessa reiði og tók þessa reiði út á öðrum ég var svo reiður út á uppeldinu mínu og síðan áttaði mig á því að þetta er bara nákvæmlega það sem þú sagðir ég geti endurtekið það sem þú sagðir í sambandi við móður mína og fyrirgæðinni og síðan líti ég á það líka að ég er búin að lifa mjög sérstöku lífi og ég er búin að fá að kynnast algjörum rockstjörnum ég er búin að hanga með listamönnum, frægum listamönnum og kynnast mjög athyglisverðu fólki samfélagsins og ef ég hefði ekki átt uppeldi mitt þá hefði ég aldrei eignast þá væri ég ekki að eiga svona sérstætt líf það er mjög málið og maður líka sem bara líta á í gennum allar þessar erfiðleika sem maður hefur upplifað að það við búið til aðstæður sem búið til rosalega einstaka upplifun þína af lífinu skilur eins og í mín tilfelli skilur þegar ég var krakki ég ætlaði bara að fara í MR og svo að vera lögfræðingur ég er svo fegin ég er ekki lögfræðingur þetta er bara guð minn góður lífið er miklu skemmtilega sem það sem ég er að gera og hefði maður hugsalega verið aðnundið þessa frábæra aðstæðna þessa frábæra saga og allt þetta dæmi sem maður hefur upplifað ef maður hefði ekki farið þennan lífsök skilur þannig maður verður að líta á jákvæða hliðina líka skilur við neikvæða hliðina sem maður upplifir algjörlega og þegar ég gerði það þá sættist ég við uppeldi mitt nákvæmlega og er þakkláttur fyrir það í dag að því að bara ég er búin að upplega svo mikið og ef ég lít tilbaka myndi ég vilja skipta því út fyrir venjulegt líf nei, aldrei ekki séns þannig að allt þetta sérstaka þótt að það hafi verið mjög erfitt á tímabili ég myndi aldrei vilja skipta því út fyrir venjulegt líf nei, nákvæmlega sama hér og maður bara úr málið það að ég sko á fullt af svona eðlum vinnum eða þannig eðlum skilur og ég kannski talaði þá skilur og bara hei frábært hvað þið eru að gera í ykkar hlutum en þetta fólk sækir í mann til þess að heyra reynslunum manns fattu hvað við út að þú ert að upplega skemmtilega dæmið við erum alveg sirkus sko við erum skemmtilega labbandi fucking sirkus ég er að segja það ég gerir mig fulla grein fyrir því og þess vegna var ég mikið sko mikið að ríkustrákunum en sko ég kynntist þeim líka að var mikið að ríkustrákunum sem voru svolítið búin að vera einangraði bara í námi og voru ekki alveg með félagslegu hliðin uppi og þegar það er þá er við bara mannmörunar þá komum við og spörkum í þú ert eitthvað skrítið félagslega, ég ætla að sparki þannig að þeir þorðu ekkert niður í bæ vissi bara að ég lendi í slagsmálum með voru landir þannig að ég fór að venda mikið að þessu strákum og var komin með svona hóp og þeir eru mjög þakkláttir í dag að ég hafi vendað sig þannig að ég mingast og síðan
Did you love it when they called you Big Poppa? Hvað segir það? Did they love you when they called you Big Poppa? Did you love it when they called you Big Poppa? Big Poppa? Já, út í að þú varst sjáðum þá Þetta frá mér að þau kalla mig Þetta var reference í Biggie Smalls lag sko. Ég bara var Nei, þetta var bara svona. En það sem ég elska við þetta og í dag þá sko, ég sá bara að það var eitthvað í þessu strákavarið og ég hef alltaf hatað einelti og mikið sko 80% af öllu slagsmálum sem ég lendi í ég að venda eitthvað aðra og 20% af slagsmálum var eitthvað sem ég á sjálfur sko. En það ekki allt þannig? Jú, með okkur strákarna, það endur ofta þannig við byrjum að slást og við erum búin að setja okkur á okkur stall og síðan erum við inn í bæ eða eitthvað og þá er alltaf komið og við viljum ekki segja nei, af því að ef ég segi nei þá er ég svo hræddur hvernig þessi mannski líti á mig, þannig var það með og mikið af þessu slagsmálum, mér langaði ekki í það, mér langaði ekki að gera neitt en ég hafa freka bara egoðu var að fokki mér að ef ég segi nei þá fara allar að tala að ég segi bara orðin aumingi og þess vegna sagði ég alltaf já en hann var rosalega reynda, fyrstu við erum á þessum punkti að þegar ég eignast barn þá fyrir ég að hugsa að því að sko ef þú fyrir að slást þá áttu alltaf hætt á því að einhver komi og hefni sín komi heimdi þannig að nú er barn komið í myndina og barnið er inn á heimilinu mínu já og þá skilir öll sína réttindi skilir algjörlega og það er í fyrsta sæti og þannig að ef ég fyrir að lema ykkur þá er ég að setja barnið mitt í hættu því að þá getur ykkur komið hérna hefnt sín inn á heimilinu mitt þannig að ég hætti bara algjörlega að öllu fyrir 10 ára síðan og sagði nei við alla en bæði vegi, vel gert að hugsa barnið fram yfir eitthvað annað að gera það ekki allir nei, því miður og fáir en það merkilega við þetta er að það voru rótna svo margir sem voru að komna eins og ég var búin að hjálpa einum 2 sinnum sem var búin að hringi mig og ég var búin að fara og sekta þá fyrir að lemja hann og láta á borgunum pening og eitthvað svona og sér hringdar í þriða sinn og þá er ég búin að eignast barn og ég segi nei og hann trillist, hann bara öskrar á mig og bara hverskur það er vinur ég sé og síðan skellir hann á mig og þetta var ekki einstæmi, ég lendi í þessu aftur því að ákvæði að segja bara hinga ekki lengra nei við alla, flestir sýndu í skilning en það voru alveg nokkri líka sem bara trilltust að ég væri bara ekki vinnur og það merkilega er ef ég hringdi þá og beð þá að koma og slást með mér þeir eru alltaf satt nei, af því að þeir slást ekki en það kom mér á óvart hvað fólk svona hvað er grundavindunni þegar kemur að því skilur ég lítur á þetta bara sem sjálfsagðan hlut bara, herra, þú ert stór, þú getur meitt fólk bara, nú áttu að með eitthvað fyrir mig og ef ég segi hei, þá bara, hvað meinur, hvað skoðum vinur eftir gerðu allt fyrir mig og ég gerði ekkert fyrir þig það var svolítið þannig sko, ég var mjög sár sko og sem betur fyrir eru nú langt flesti sem báði sinna afsökunar, sá á sér, hringdu kannski viku setna eða eitthvað svona, bara herru ég er búin að hugsa já, ok, ef þetta er eitthvað hítileg moment skilur, þá er það eitt en þú veist, ef við erum að tala um það fólk heldur eitthvað gröds, þá er ég geti fokkin skít það eru nokkrir rann og það er einmitt málið, þeir geta geti skít bara nákvæmlega, bara með gaflu og hníf skilur, bara let's go lítið kameruna, ef þið skildi ykkur verið að horfa, bara jéttu skít og fokka bara þú heldur að setja mikilvægur en barnið mitt sko það er bara ruggla þú veist, sjá, maður á að taka fjölskyldu fram með þér allt það er 1, 2, 3 og sérstaklega ef þú ert foreldri og ég á ekki krakka, ég á fósturkrakka skilur, sem þykir vænnaðum en allt og ef þau biður mig að gera eitthvað fyrir sig, ég myndi gera það fyrir leið og ég get ekki ímynda hvað það er með blóðbönd við barn, skilur, guð minn góður, ég var erfiðasti pappi í heimi ég var púsið til haglabissuna allan daginn út og inn, sko ef ég ætti dóttur sérstaklega, skilur, ég bara segja það bara, skilur ímyndaðir yfirhersla sem, þú veist, eins og þegar dóttur þín á þetta einu skærasta bakgrúmtjekkið og bara, og hvað þessi gaur og ekki þessi gaur og ekki sjöta alveg sæla, sko alveg alltaf bakvið, sko ég mun nú alveg strax vilja heita hann sem betur voru ennþá 10 ára en ég er farin að sjá svona úlingin fæðast í henni þannig að það verður eitthvað ég er bara að segja myndalega bara strákar tegnum pappi ykkur á framtíðinni sko já bara það er eins gott að hann verið góð við dóttur mína 150% ef eitthvað verið vonduð við dóttur mína þá fær hann helvíti og meir en það rignandi yfir sig nákvæmlega, það er bara Book of Enoch bara all over the place hann er ekki vonað góðið allavega það var að fara með hann í geiminn sko það kveiknar næst í gamla að ég var aftur það er 100% sko ef það er eitthvað sem getur kveikt þá er það ef eitthvað vonduð við dóttur mína sko bara peace and love til rolni það vonum að koma ekki sko en að eiga barn það er alveg merkilegt og maður er búin að heyra svo oft, þú getur aldrei skilið hvernig það er eiga barn fyrir en eignast barn það er nákvæmlega þannig er það ekki? Ég hélt alltaf, ég er svo sniður ég get skilið allt og eitthvað og ég tók þátt í að ala upp 2 börn þannig að ég hélt út frá því að get ég skilið hvernig það er eiga mitt eigið barn
En nei, Nei, þetta sko, ef ég myndi segja þér, ef það væri ekki ást í þér, svo tilfinning væri ekki til í þér, Já. og ég verði að útskýra fyrir þér hvað er að vera ástfangin, Já. þú gætir ekki skilja það. Nei, satt Þegar þú eignast barn, þá kemur tilfinning sem heitir foreldra tilfinning. Já. Hún er ekki í þér fyrir nú eignast barn. Hormonafræðis Þannig að breytist, skilur Já, ég er basically að útskýra fyrir þér tilfinningu eins og ást Já. sem það er ekki hægt. Það er bara að þú verður að upplega og heyra eins og dóttir minn, hún segir oft um mig að ég er svo rólegur einstaklingur í dag. Það var partí heima basically frá því ég var 16 til svona 34. Það var bara partí alla tíman, alltaf fólk heima að mér. Og síðan bara lærði ég að vera einn einhvern veginn. Ég hataði að vera einn fram að ég. En síðan, og ég er bara svo, mér er svo gott að hafa allt rólegt í dag. Þetta er ekki ánægum með breytingur svolítið? Breytinguna? Já. Elskana. Hún var erfið, mjög erfið. Já. En það besta er að dóttir mín, þegar hún segir það er svo þægilegt að vera hérna á þér pabbi, það er allt svo chill að hérna heima hér, maður slaka svo vel á, en maður heyri svona og verður maður svo, já. Það er bróð að ilja manni hjartræðir að heyra, sko. Á líðurinni vel hérna, sko. Nefnum bróð, spáðu þess að þetta er interesting eins og þú segir mér, sko, þannig að þegar þú einu spann að breytist hugsunarinn. Vissur það að, sko, þegar þú einu spann, þá lækkar greindavistalaðin að meðalagi 10 stig. Það kemur ekkert óvart. Nei, út af því að þú hættir að hugsa það mikið sjálfvæg, út af sko stór hluti greindavistalaðu er sko sjálfsbækavinnin. Þannig að þegar þú einu spann, þá verður þú automatik heimskari út af því þú fyrir að hugsa hagsmuni annars einskilins fram með því sjálfvæg. Það er líka bara þröngsýtum og ert ekki eins mikið að pæla í umhverfinu, þannig að fókusa meira en bara beint á barnið, sko. Nákvæmlega. Ég trúi þessu alveg, sko. Já, þetta er alveg bara sko Róðgóður Rannsson sem búið að gera og þetta meira við konur heldur en menn. Já. En ég held að ástæða fyrir því sé út af því að það er svo mikið af feðrum sem bara don't give a fuck þegar eins barn hvort er. Já. En ef þú ert actually dedicated, þá er örugglega sama að eiga við þig svo að við getum móður, skilur. Það var reyndar sárt að sjá, ég hef ekki pælt í þessu fyrir en ég eignast dóttur mína, af því við og basmaður mín erum ekki saman. Já, nákvæmlega. En hvað er mikið af foreldrum að núti og feðrum að núti sem basmaðurinn er að reyna bara hittu barnið og er að reyna að gera sitt besta til að mynda samband. Það með aldrei gruna að vera svona rosalega algjörn. Nei bró, hver myndi ekki vilja hitta barnið sitt? Það er rosalega mikið af mönnum. Ég bara skilja það ekki. Nei. Skilju, ég hef reynt að skilja þetta og ég þekki gæja sem eiga bönn og ég sinnaði mikið neitt og ég skilja það ekki. Nei, þetta er fyrirlegt, ég skilja það ekki, sko. Það er bara, það líður viss langur tími að ég hitti ekki dóttur mína þá er mér bara að fara að verkja, sko. Já, nákvæmlega. Það er bara að sakna hennar svo mikið, sko, og kannski er það bara því ég verð nú að viðurkenna það, fyrst ég var með þetta, þá var ég bara með, ok, ég þarf að passa með að missa þetta ekki. Það er eiginlega, maður var bara eiginlega svona í sjokki, einhvern veginn, það var tilfinning á rússibanni og maður var bara, ég get ekki útskipt hvernig mér leið þarna upp á vöku því ég fæði hérna fyrst í fangi. Nei, bróti, sko. Það er bara ólíkt öllu og maður var einhvern veginn bara, en rannsóknarnir er búin að sína þetta að það tekur okkur alveg 6 mánuði að aðlast fyrir okkur að eignast barn meðan að konur eru með þetta því þetta vex inn í þeim þannig að það eru búin að klára 6 mánuði undan, skilur. Já, af því að það er í 9 mánuði inn það er fæða, það er bara komið en þá eru við alveg upp í 6 mánuði að bara átt okkur aðeins bara þetta er barn og ég er pabbi. En líka bróð, þú líka sjá, þú veist það sko að þegar sko þú veist DMT eða dimethyltryptamín, skilur við hvað sem er raun og svona kallaðu God particle í eitthvað svona drug use þau 3 skipti á ævi konu sem hún upplifir í moment, þegar þú fæðist vinnu í kveiknar, þá farið DMT influx rétt árun og deyrið þá farið DMT influx og í raun og sko að þetta svona þetta þú veist að sjá gullnu göngin eða hvað sem að vera í raun og þetta er bara drug alveg, ég er búin að lesa þetta en málið að á sko 7. mánuði þegar sko konur þegar vitundin í barninu kveiknar þá fá þær rosalega DMT influx í systemið sitt til þess að í raun og tengja vitundina við barnið. Þetta var síðan ekki. Nei, bró, ég er að segja það bara lest þetta, ég veit að þú er á svona hlutum, skilja. Algjörlega, þetta er mjög merkilegt það eru bara dópaðir í basically eins og sér, skilja, þegar barn fæðist þá líkist það oftast föðunu meira heldur en móðunni. Það er náttúran. Já, náttúran sjá til þess að það var ekki til neitt DNA-próf þannig að náttúran svona, ok, til að sína pappanum að hann er barnið, þá fyrstu 2 mánuðina þá eru barnið alveg eins og pappið. Já, nákvæmlega. Til þess að Gunni sé ekki bara, hei,
bara að halda fram með bits. Já, það er bara náttúrulega til að sínum, ég finnst þetta merkilegt. Þetta er rugglað. Og líka þegar hugsa út í þetta, skilur, að þú veist, bara staðrindin, skilur, þú veist, að þegar hugsa út í þetta er svo að hvað hefur örugglega, þú veist, ef þú myndir eins krakka og hann lít út þessu besti vinnu farið hvað er eins og, já, skilur hvað og eins og aftur að vinna okkar Biggie Smalls það er alveg augljóst að elsta dóttir hans er náttúrulega bara dóttir Tupac það er bara að sést á hennu, hún bara lít út alveg svo Tupac farið hvað, hann er örugglega verið bara ég lærði að slæta ég held líka að þeir hafa nú verið eitthvað poti í góðan annan, sko ég veit að það er ekki vinsælt að segja það, sko nei, sko, þeir voru báðu sænir Puff Daddy, skilur já, nákvæmlega, sko já, þeir voru báðu sænir það kom ekkert út af því með Puff Daddy jú, maður, haugur komin út úr sem maður er að grínast ég er ekki fylgjast nógu mikið með ég er the foremost expert á þetta málinu bara líka á landinu, sko ég bara, að málið þannig að þetta er ekki Puff Daddy, þetta er gæði sem er Lucian Granger skilur við, Lucian Granger er gæðin sem á Universal Records og hann er basically búinn að propagata niður þetta perraskap, skilur við og þetta virðist verið bara svona rótgróði dæmi í tónlistarbransunum yfir höfuð og þú segir sko að Puffy náttúrulega sko hann var sænaður í gæði sem heitir Andrei eitthvað á Uptown Records sem supposedly var að banga hann er undir Lucian Granger var síðan með sko Puff Daddy sem svona sinn proponent innan the entertainment industry og þetta tekist beint við Jeffrey Epstein Lucian Granger átti hana hjálparsamtök með Jeffrey Epstein sem héti AKA jú, sem snýrist þetta verður bara loðnar já, nei, sem snýrist út af það sko að bjarga sko börnum sem voru munaðalaus og svona dæmi þeir hafa ógeðslegt þeir hafa litli verið að rekrúta bara krakka nei, bró, þetta er ógeð þetta er svart og svo líka svona málega þegar bransin orðið þannig að R. Kelly er fyrir að líta út þessu ágætt skæ sem hann er ekki það var ömulig mann hann ekki að pissa á hann stelpuna og eitthvað jú, maður og svo líka hann náttúrulega bara R. Kelly var sko bókaður á ríkissjóninni í Eþíópíu til þess að halda tónleika á gamlárskvöld sá það hefur þið séð þetta? Þetta er rosalega tónleika Do you have your passport? Já! Did you take a shot? Girl, do you wanna come back with Rob to America? Þetta grínast sko Daví, ef við gætum einhvers að setja link á þetta bara undir þetta núna það væri svakalega, þetta er þetta svakalega þetta er rosalegt þetta er svo ruglað sko og líka þú veist Baby, do you want me? Hann er rosalegur og líka bara kostaður af eþíópísku fucking ríkisstjórninni sem það gerða hann fór að grúma the whole nation of Ethiopia það lofið að enga fluginu var fulla leiðin tilbaka sko meira það er nokkra ferðir og svo mjög málið og svona áðurinn var komið í ljós að R. Kelly væri bara blatant barnapenni skilur það gaf hann til lags með Ignition og það hana gonna start the ignition coming fresh out the kitchen þetta er literally hann á leiðinu út á djammið að segja his sex slaves frá því að hann sé að fara að eiga góða helgi og hlægið bara þetta já ok, ég hef ekki heyrt það fucking viðbjóður sko og reyndar sorry to say, þetta er geðveikt lag en bara og ég er bara svo, ég veit ekki hvað svo oft ég hef verið bara að grænda við þetta skilur við með einhverju gælum með eitthvað og whatever bara á príkinu back in the day en ok, síðan bara svo hlusta ég á þetta eftir þetta og ég bara holy shit, gaurin er literally bara þú veist að segja einhverju gælum his manifesto fyrir kynferðismiskunn og bara því ég verið heima og meðan ég fyrir út og ég hef gafin this the fucking weekend baby I'm gonna have me some fun gonna en þetta er búið að vera í tónlistagerunum alveg bara síðan að Elvis Presley og þessi gaurar voru sko Sweet 16 og allt þetta sko dude Elvis Presley er questionable guy sko aldrei talaði það með Elvis Presley hann var algjör perri sko Priscilla var hvað 15 þegar við giftust já þetta og hvað hétt hinn Louis eitthvað hann píjónuleikarinn, hann skiptist frænku sinni, var hann ekki 14, komst upp þegar þú fór í Bretland saman. Hann heitir hann var ekki píjónu. Sweet Balls of Fire. Já, Sweet Balls of Fire, já, nokkulega, byrju, hvað heitir hann? Þetta var í hann Back to the Future, maður ekki þegar hann hringir, gæði hringir bara, hey, cousin, og veist, þegar hann Magdi Fox já, hringdi hann í hann já, hann hringdi hann og það þar sem sko, basically sko, að Great Balls of Fire í hann Back to the Future Galaxy-inu er basically sko
eitt mesta vortex sem getur hugsað út í að hann spilaði lagið sem gaurinn hefði átt að gera í framtíðinni á þessu tónleikum og svo ringir frændans í hann og segir bara, hei, heyrðu þetta og lætur hann heyra lagið þannig hvaða vortex af time traveling var í gangi hana Sko, þetta, ég veit að þetta eru æðislega myndir en ég man bara þegar ég sá þessa mynd lítill og það satt aldrei vel í mér að mammans var að reyna á hann mér fannst það svo tvistið ég veit að hún var ready to bang sko þetta var ekki hún var ekki að reyna hún var bara litið bara ég meina þú verður bara ónýttur eftir þetta ef þú myndir lenda í þessu þú verður bara ónýttur for life hvernig myndir maður að tekla þetta? það er ekki hægt sko nei, ég spáði sér nýð ef þú myndir banga mömmu þína ég vil ekki spáði með það nei spáðu sko, ef þú myndir banga mömmu þína og hún yrði ólétt og hún myndi eigna stóra bróðin hvað myndi gerast? ég held að bara heimurinn myndi falla sjálfstík er það ekki? jú, það er bara eitthvað sem áður ekki gerast bara time vortex út í nýjan heim það bara let's fall this man já, það var Lofstedt bara, herru, Lofstedt á jörðuna getur við kallað þetta the little bag theory það er nú samt örugglega alveg pottið einhverju gaurar að núti búin að banga með mér sínu og eiga bróður, alveg 100% við mannkinni er ógæslegt ég er minn eina afi þetta er rosa svartfáttur við erum að missa hlustundur örugglega núna ég veit hvað að byrja að hlusta ára hann hættur og bara allir gera þetta svartara þá hérna Jerry Lee Lewis og þetta er þriðja hjónasambandi hans og hún giftist 13 ára frænku sinni það var 13 já, sem er first cousin once removed first cousin once removed já, shit 12. desember 1957 spæði, þetta er 1957 og hann var ekki búinn að klára skilnaðin við sem hann giftist áður hann skildi við fyrstu þetta, eins og ég segi voru það líka underage, gamlu það er ekki minnst á það var interesting statistik til að teka á sko. en tónlistaðinnaður var alltaf svona Chaplin líka, leikarin, fræði hann var með einn ungri þetta er eitthvað það er einhvern veginn 1950 byrjum ekki að tala hann elsku vinnungar hvað hérna leiksturinn Roman Polanski hann líka okay. en síðan hvað heitir hann Woody eitthvað af hverju mann ekki með glerun ég veit hvernig þú tala alveg lítur út þessu perri sko já, lága sem er gleru alltaf háa rödd nákvæmlega hann byrjaði með dóttur sinni eða ekki Jú, hann byrjaði með fóstótsin sem hann ætldi Suppulegur heimur en þetta var sko, ef maður pælir í mannréttindi eru sko, við auðvitað lifum á tími mannréttinda og núna er allt það var aldrei verið neitt eins gott í dag þess vegna fer alltaf í taugunum mér ég vildi að ég verið búandi í gamla daga nei, tveistum, þú vildi ekki það voru ekki til líf mannréttindi byrja held ég það var í kringum 1950 ef ég man rétt, 1950 eða 60 þá, ég man eftir ljósmyndinni það er ljósmynd af ungri stelpu og mammenar hafði verið að drepi sígarettum á henni, stinga hana með skærum og hún stendur fyrir rétti í Bandaríkjunum og stendur á pontinu, hliðin á pontinu hún er mjög grönn, hún sér bara á andlutinu á henni að þessi stelpa er búin að ganga í gegnum rosalega mikið í lífinu og bara sásökinn sem hún er búin að gangi í gegnum hann endurspegla sig og það var eiginlega þetta mál sem kom að stað mannréttindum, barnamannréttindum og barnasáttmálum og þetta er ekki lengra heldur en 1950-60 nei bró, ég sér að þú veist að þú sér að fyrsti snefill af mannréttindum sem við verðum vitna nóttum hann er þegar sko í rauninu endur slavery gerist í Ameríku það er örugglega bara fyrsta skrefið en þú sér að þú gast tekið manneski þá þú gast bara hýtt hana til dauða og enginn ég veit þetta bara vara þetta er ógæslegt að hugsa út í þetta og svo náttúrulega líka við sem Íslendingar sem erum í rauninu sko hvítustu þrælnir við vorum alveg bara oppressed skilur og það var fyndið svo að ég fór að standa með Trevor Noah í Hörpu og hann sagði I've never been to a place ever
where white people walk with as much swag, that's because you never had slaves. Ég grenja á hlátur og ég bara hugsa út, þetta rétt. Já. Ég að segja það. Og við bara löpum með okkar white people swag og bara, og mér segir þegar ég rekst á svona svarta túrista og svona dæmi, ég að spyrja, hvað fjandal með þetta að gera hérna? Akkur ákast að koma hingað til bara, mesta dýrasta fucking tourista pitch bara sem hættir að finna. Og bara, because I've heard that white people in Iceland are not racist. Já, ok. Sem kannski upp á vissu marki, við erum með yfirborðskurteisi, en við erum alveg rasista. Ég held að við séum frekar racially ignorant heldur en racist. Var það hvað við? Já, örugglega. Við erum ég held að alla manneskjur hafi eitthvað svona rasisma í sér. Ég held að sé engin lauslega. Við erum öll með eitthvað hattur, sko. Já, ég meina, og síðan eru þessar manneskjur sem hvít manneskjur sem hatar hvíta manneskjur, skilur, og hún heldur að hún sé ekki rasisti, en hún hatar stofnin sinn. Já, hvíta manneskjur verst af öllu, þá ertu rasisti. Já. Þá ertu að hata hvíta manneskjurna. Já, mitt motto I hate everyone equally, sko. Það líka fínt þannig, sko. Ég hata alltaf mikið. Ég að reyna að lifa lífinu þannig að ég hata ekki neitt, og í gamla daga var svo mikið hatur og reiði í lífinu mínu. Já. Og ég geri allt í dag til að bara þykja vænt alla og betur bæta sjálfa mig og gera það með, ég veit að þetta hljómar illa fyrir marga, þetta svo corny, en bara kærleikur og væntu þykja rosalega þægileg leið til að lifa lífinu. Það bara svona bara ég gæti ekki með saman. Á mér svo mikið ró inni manni, en síðan alltaf utanaðkomandi áreiti og eitthvað sem elur upp hatur í manni og maður bara manneskja og við erum öll með ást og hatur inn í okkur. Einmitt. Þannig að það alltaf eitthvað sem snertir mann sem lætur mann byrja að hata aftur hvað sem það sko. Já. Nei, ég meina, þeir spáir í þessu, skilur, að eins og þegar ég var að ganga í gegnum mína svona andlegu strökkur, svo því að mamma mín draf sig og svona þegar ég var krakki og svona dæmi, og ég var rosa hateful, skilur, ég var að leika krakka einhelt, skilur, og ég var bara von mannska, skilur, síðan bara kemur að því bara einn dag, nei, ekki von mannska, skilur. En það er þetta að túlka það út á við, en það er þetta bara sjokki, þú ert að bregðast við því. En svo þegar ég svona fór að horfast í augu við þetta, skilur, að ég væri svona mikið human piece of filth. Já. Það fór ég og bætti upp fyrir það, ég fór að baða fólk afsökunar, skilur, ég fór að vinna í þessu, út í að mála það, að ég var að rífa minna eigin tilveru meira niður heldur en neitt annað, skilur hvað við, og það mála það, út í að hatur og reiði út af gerir ekkert annað heldur en brjóta sjálfa hennir. Já, það nefnilega, þú getur bara sjálfa upp að reiðinu og hatinu, það borðaði það innan, sko, og síðan þetta svo sterkar tilfinningar, það yfirgnæfa allar aðra tilfinningar, þannig að endanum þá verður bara annarkvort reiður eða hatar eitthvað og ef þess á milli þá ertu bara dofin þú veist, þá finnur þau ekki neitt og síðan á sama tíma þá ertu ekki að leita við fólk lengur af því þú ert svo dofin og þá verður þú svo sjúklega einmana og þá kemur þessu gríðulega einmanleiki og þú veist ekki okkur af því að flestir fatta ekki, það bara því að ég er svo fucking dofin að ég leita ekki við neitt og þess vegna er ég svo einmana en okkur er einmann, það hlýtur að vera eitthvað að mér það er að því að þú ert reiður og þú hatar það svo mikið og þú ert heimaður þú er búin að búa til þína eigin verstu aðstæður algjörlega, og það tekur samt rosalega tíma að komast úr því það er svakalega erfitt að snúa við þú ert búin að vera lengi hérna ég var búin að ganga á reiðinni svolítið lengi ég var alltaf með brandara og svona en inn í mér var ég alltaf reiður og svo verður svo reiður sjálfa þig í kvöld. Það er að því að við tökum allt út á okkur öll athygli okkar beinist inn á við sko. Þannig að ef þú ert með reiði út á við þá fer hún alltaf inn á við líka þannig að þú tekur þetta alltaf út á sjálfveginn líka þannig að ef þú ert þjálfur í að vera kærleiksrík manneskja og outgoing bara ást frá þér þá fer ástin líka inn á mig, þá byrjar þetta ekki að væntu því sko, en svona er miklu betra að velja þannig lífandi. Þegar ég snýrst við og ég fór að vera, þú veist, bara að reyna að vera welcoming, skilur þú hvað við og bara næs og alla sér ekstra á og svona dæmi, og þú veist, án þess að selja sjálfa mig ódýrt, maður þarf líka að hugsa maður þarf að passa láta ekki vaða yfir sín mörk, skilur við, en hins vegar, þú veist, að groskan sem líf mitt hefur notið í kjölfarið af því að taka mig á að vera almennur og vera næs og sína öllum virðingu og bara svona, fattu hvað við, í stað fyrir að vera hateful piece of shit, hefur gefið mér ógeðslega mikið. Þegar ég lappa í lífinu dagstaglega núna, ég á enga óvinni, fattu hvað við, ég á bara löf, og ég elska að geta faðma fólk, skilur, sem ég hitt út og göttu, fattu hvað við, og mér finnst ógeðslega næs að geta átt vini, skilur, og eins og komum aftur að þess og við talum áðan með hana, endra þessu perraskapin á einhverju píum, ég geta átt kvenkins vini án þess að vera að perrast inn. Já, að þið maður ekki að runga sér á tilvörunni nákvæmlega, ég sýni bara þá virðingu sem það er skilið
ég fæ mína virðingu tilbaka. Algjörlega. Og það er málið, allt sem þú gefur út farið tilbaka. Algjörlega. Það er bara þessi lífið Það þetta gamla saying hérna, what goes around comes around. Það rosalega Þvílíkt sant. Það svo mikið satt, maður búin að upplega það sko mörgum sinnum. Vindmýra lífsins, skilur. Já, skemmtilega við þetta samt líka þegar ég fór á þessu ferli að snúa blaðinu og þá fór ég að leita upp fólk sem ég hafði meitt og ég var búin að réttlæta á sínum tíma því ég var bara í þeim heimi að þú tókst þátt í þessum heimi og gerði viss mistök. Það var bara óskrifuð regla að þá varstu lamin fyrir mistökin og það tók allir þátt í þessu leikriti. Þess vegna þegar ég byrja að hringja í þá aðala sem komið sér í þannig aðstæður þá heyrði ég oftar en einu sinni ég hef nú búist í mörgu í þessu lífi en aldrei bjóst ég við að þú myndir hafa sambandi við mig til að biðja mig afsökunar. Að fyrra bara. En sko það var svo gott einhvern veginn. Það var gott sko sérstaklega í sum tilvíkum þá sá ég ennþá hræðsluna í augunum þeirra og síðan talaði bara við þá, bauðum kannski kaffihús og spjallaði við þá og ég sá hægt og rólega hvernig ég tók þetta og þetta hafði greinilega nagað á lengi rótgróin ótta í hjartan á viðkomandi og ég tók það frá þeim og það var svo þægilegt, mér leið svo vel bara með sjálf og með eftir þetta að hafa tekið þennan ótta frá þessum einstakleiki sem ég kom í hann og það hjálpaði mér rosalega að koma tilbaka að verða almennilega persóna. En þú líka tekur líka ótta úr sjálfur á sama tíma með þessu. Já, maður gerir það sko, því maður býst alltaf við líka að þessi menn fara að hefna sinni í daginn. Ég er ekki einu sinni það, ég er að tala sko óttan þú að ráða þessu sjálfvæg. Já, skilur, þeir að vera piece of shit. Já, þú tekur það í burtu. Út í sko velunin sem þú færð þegar þú gerir eitthvað svona góðverk, ekki góðverk, þetta er bara í raun og sjálfsagt en samt á sama tíma skilur þá náttúrulega er ekkert alls að gera það. Nei, alls skilur þannig að þú færð sko appreciation sem þú færð þegar þú gerir þetta er rosalegt. Það þarf hugur ekki í þetta og þetta er ekki auðvelt sko, jújú, þegar maður var búin að gera þetta alveg nokkur sinnum en að byrja á þessu þá var ég bara á ég að hringja, ég verð að hringja og lalalala. Nákvæmlega. Og síðan fór ég í ónefnd 12 þrepa samtök og þá lærði ég að maður átt að gera það. Já, þá lærði ég það en þá var ég langt komin með það, þá var ég búin að vera að stunda þetta lengi og ég var mjög stoltur þegar ég fór að því ég vann prógramið þar að ég bara, ég er búin að vera að gera þetta og mér finnst það skemmtilegt, þannig ég var búin að vera að vinna prógramið þar, en ég mæli með því sko fyrir alla núti að það afgjölustar eða ekki 12-sporkerfið er gott fyrir alla það er bara máli öll uppbyggingaprógram í dag eru byggð út frá 12-þrepa kerfinu hjá aðalsamtökum, það það sko öll svona sjálfstyrkingarnámski öll þau kópiðu öll AA-prógramið þetta er bara staðreind sko ég veit ekki hvernig það er í dag, kannski er eitthvað búið að þróast út þetta en á mínu tíma þegar ég var þarna 2009 og var að skoða þetta þá var alveg mjög merkilegt bara hvað öll svona sjálfstyrkingarnámski voru eiginlega bara beint úr AA-bókinni sko. Ég náttúrulega fór meðferð þegar ég var sko 18 sem er árið 2000 og hann var í ár inni út í var bara misti viti ég bara dópaði mig og ég held að þetta sé mikilvægast að reynsla æðumina og það besta sem er komið fyrir mig að þessi beti fyrir brenna út svona snemma út af því að ég trúði eindriði að þessi brenna út senna lendi verri í hlutunum ég gera það því miður það eru líka búin að vera lengur af og lengur að ganga svona á sig þannig að það eru meiri skemmtir í heilunum sko. Nei, ég líka bara að segja að við sem byrjum snemma og endum fyrr í staðan fyrir að byrja seinna og enda seinna ég var ekki búin að búa til neitt líf þegar ég fór í meðferð þetta er bara eins ég þekkti og þetta hjálpaði mér að búa til lífið sem ég á í dag í staðan fyrir að ég hefði verið búin að búa til líf og eiginlega síðan eftir á með ruglunum þá hvað þú veist ég veit ekki að ég var sýrt að byrja þú ert akkurat að útskýra þetta bara eins og þetta sko. Þetta er alveg rétt hjá sko. Því að bara betur fyrir þetta er eiginlega andlegt sár sem þú ert að gera sjálfur með því að vera miklu neyslu og því fyrr sem þú grípur utan og lætur að gróa því betur græra það og þetta er bara svo beinbrot því verra sem brýtur á löppina með tímanum því er verið að láta maður gróa líka þessi gamle málsáttu skilur sem er engin veit hvað áttu fyrir mistöfur eina sem ég átti var rugl skilur allt eftir á hefur verið uppbygging og betra líf ég var ekki eiginlega neitt þetta var grunnurinn sko, ég er að losa mér á grunnurinn og það er einn mál líka það sem fólk fattar ekki og bara er hvað þú verið háður lífverðinu rugl lífverðinu ekki efnunum sjálfum
heldur þú ert búin að vera að hrærast í þessum hvirfibil sem oftast í gegnum mikið neyslu og allir þetta bara eitt stórt chaos, svona skipulagt chaos einhvern veginn og þú verður háður því að það mjög erfitt að fara úr því yfir í venjulegt format af lífi sem skipulagt líf, stundaskráð líf það eiginlega það sem erfiðast í hjallinn fyrir alla að sigrast á sko það bara þú nærði ekki að sóna þig niður fullkomlega rétt og líka þú veist að annars kemur líka inn í annars skilur að þú veist að venja sig að kenna gamlu hund að sitja skilur hvað og það bara þú veist þessi endurvörpun á lífinu að finna nýjan farveg ógeðslega erfitt ferli viðbjörslega erfitt en það ógeðslega gefandi þegar þú actually leyfir þér að gera það Já, en síðan merkilegt að og mér finnst þetta að svo mikið tabu að tala að maður hafi verið að neyta fíkniefna það basically allir búin að neyta fíkniefna í dag og það einhvern veginn ennþá lítill hópur af fólki svona eldra liði sérstaklega, eldri kynslóðin sem heldur bara að þetta sé einhverjum okkar gaurar á felabótum sem að kaupa öll þessi kíló á kókaini og öll þessi kíló á spýtu og öll þessi kíló á varjana, það bara, þeir hafa ekkert efna, það ekki peningar þú veist, þetta bara að þú ferð niður í bæ í dag og þekkir einkennin af fólki sem að nota fíkniefni þá bara sér þetta bara andlitum á næstu öllum sem í miðbænum sko. Ég meina, þú sér líka sko að það var gerð rannsókn í Svíþjóð það sem var farið sko strókið af sko klósettum á ríkisstofnunum og 90% af öllu ríkisstofnunum fundust fínanlegar á grunnskólanum og við erum að tala um sko fólk sem að reka þjóðun okkar þannig að þú veist og við þurfum ekki að fara dýpr út í það ef fólk heldur að ríkisstjórnin okkar sé ekki neitt fíkniefna og ekki taka þau mútum það þau bara mjög barnaleg en það sko, ég hef talað fólk hvernig mútur eru og það alltaf bara nei, það gerist bara út í heimi, það gerist ekki á Íslandi og ég skil ekki hann hugsunahátt Þetta er bara fáfræði að halda þetta sérsólis Þetta bara basically, þetta mjög einfalt ef það fólk þarna, ef það mannfólk þarna þá spilling þarna og það skiptir ekki í máli hvaða stofnun það eða neitt bara þar sem fólk, það spilling þess vegna þurfum við alltaf utan á komandi kerfi sem fylgist með fólkinu sem að gera hlutina og það það sem okkur vantar rosalega hérna með ríkisstjórnin hérna því að við basically vitum við aldrei hvað að gera Það ekkert einur eftirlit í gangi hvort svo það sko reyndar má hrósa lögreglunni fyrir það að leggja niður fíknar lögreglunni sínum tíma og RLR tók við sko þú veist, út af því að þetta var svolítið svart og veist, Interpol neitaði að Við skulum bíða þess með að tala það í þessu podcasti Ok, við skulum bíða Við viljum ekki fá löggunni fyrir að móta okkur Trú seg En ég var að hrósa þessum sko Já, ok, en þetta vant með fyrir aðeins og ég veit ekki hvort að almenningu sé heldur tilbúin í þetta Nei, trú Skulum frekar trullaðu ríkisstjórnina En ég ætla nú í framtíðin að reyna að fá lögregluna til að tala um mig og þegar við komum með einhverju þætti út og ég hef alltaf borið mikla vinningu fyrir lögreglunni og Þeir að vinna þar starf sko Algjörlega, þú veist, ímyndaðir samfélag án lögreglu Það var hræðilegt sko Hvernig var þetta í gamla dag? Þú bara gengið á hólum Súsar, auga fyrir auga Já, tönn fyrir tönn Já, bara hver öflöðustu hópurinn og hann ræður Já, nákvæmlega Sem væri við strákanir En ég meina, þú veist, þetta ástæða fyrir Íslendingar fundi upp Alþingi á sínum tíma Já Það var, við náttúrulega vonum annað ríki fullt af smákökum Skilju, þetta var fólki sem engi vildi í Skandinavíu og það endaði hérna Já, útlagar og svona Já, nákvæmlega, og það var bara þannig að enginn hér var að fara að sætta sig við það en einn væri kóngur, þannig að við fundum upp góðakerfið sem endur sér á Alþinginu sem svona má deila hversu aktíft var út í þetta endaði byrjum bara allir voru fullir skilur og bara heyrðu þarna sem ennþá? Já en þú veist, það endur byrjum öll deilum og endur bara heyrðu, duke it out Já Sko, þetta var auðvitað stjórnarkerfi á Íslandi var basically bara hver stærsta klíkan og öflugasta klíkan Nákvæmlega og það bara voru alltaf átt síðan pönkuðist þeir á öllur og stjórnur Svo bara kom Sturlugöld og það var bara 50% öllum dói í barfight Jep Hörðu þessi slagsmál sögunar Þetta var mikið löglista og fólk segir að við lifa í gamla daga Herru, við ætlum að enda þetta Áttur nokkuð enda kom inn og Bjarni, viltu ekki bara kynna þig sjálfur? Herru, ég Bjarni Jónsson og hann elsku vinnu minn
Takk fyrir Ævar Örn. Og ég og Bjarni ætlum að sitja hérna oftar. Við verðum reglulega með þátt hérna saman. Já, og ég held að við sem heldur skemmtilegi gaurar, sko. Ég vona það. Já, mér sýnist það. Já. Nú, fyrir störfum, fyrir reynslu, sko, og held ég að segja mér góðmálum, sko. Við getum allavega skemmt hver öðrum og það það sem skiptir máli. Þannig ef ykkur eru gaman að þessu með okkur að núti, þá það bara yndislegt, það bónus maður. En bara... Illuminati, sko. Djók. Þá getur næst. Þá getur næst. Bye.